Næstur á dagskrá Daði Guðjónsson sem starfar sem verkefnisstjóri á sviði ferðaþjónustu og skapandi greina hjá Íslandsstofu. Hann ætlar að tala nýuppsetta verkfærakistu sem ætluð fagaðilum í íslenskri ferðaþjónustu. Gjörðu svo vel, Daði. Komið sæl. Ég heiti Daði og starfa, eins og segir, verkefnisstjóri hjá Íslandsstofu á sviði ferðaþjónustu og skapandi greina. En rétt til að útskýra hvað Íslandsstofa er, það er samstarfsvettvangur atvinnulífs og stjórnvalda og gegnir ýmsum hlutverkum. Þar á meðal að efla ímynd og orðspor Íslands, að styrkja samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs á erlendum mörkuðum, laða erlenda ferðamenn, laða fjárfestingu til landsins, gefa faglega aðstoð við sölu á vörum, þjónustu og þekkingu erlendis og styðja við kynningu á íslenskri menningu ytra. Mitt svið hefur þann tilgang að laða til landsins erlenda ferðamenn með samræmdu kynningar og markaðsstarfi í þágu íslenskrar ferðaþjónustu svo auka megi gjaldeyristekjur og efla hagvöxt og atvinnusköpun og einnig að jafna árstíðasveiflu ferðamanna og skapa fleiri störf í greininni. Svo einnig að kynna Ísland sem upprunaland skapandi greina og styðja við kynningu á íslenskri menningu erlendis. Það eru ýmis tæki og tól sem við nýtum til að koma þessum skilaboðum á framfæri á erlendum mörkuðum og verkfærakistan segi ég, er einmitt eitt tæki sem samræmir skilaboðin og gögnin sem hægt þá að sækja á eitt stað fyrir fagaðila í ferðaþjónustunni og hefur einnig verið mikið kallað eftir af ferðaþjónustu að slíkur staður yrði til. Og tilgangurinn er að fræða og hjálpa fagaðilum ferðaþjónustunar við markaðssetningu á Íslandi sem áfangastað. Hún er komin upp og kom upp í sumar. Hér sjáu þið vefslóðina traveltrade.visiticeland.com og hún skiptist í raun í 4 hluta. Það er þá annars vegar marketing toolbox, þar sem getið sótt upplýsingar og efni sem nýtast við markaðssetningu á ensku. Kannski nefna það að vefsvæðið er á ensku til þess að þetta nýtist nú sem flestum. Industry Guidebook, þar eru upplýsingar Ísland, stofnanir og verkefni tengslu við ferðaþjónustu. Svo er einnig svæði fyrir innlenda söluaðila eða for domestic partners, þar sem upplýsingar eru á íslensku og þar getið einnig sótt upplýsingar upplifunarhandbókina. Og síðan er training, það er þjálfunartæki sem er í vinnslu, þetta er ekki komið á svæði en ég á vefsvæði en ég kannski tala betur það rétt á eftir. Ég er ekki bara best að kíkja eins á síðan, ég er ekki örugglega tengt netinu og hágjaði net hérna hjá nýsköpunarmiðstöðinni. Yes, glæsilegt. Ok, hér er síðan. Hérna uppi sjáum við þessa flokka sem við vorum að tala og kannski bara rétt rennum yfir þetta, þið getur líka smellt hér á þessa slá hérna og þá kemur hérna upp allt efni svona veftré síðunar. Við förum aðeins hérna í Industry Guidebook, bara rétt að renna yfir þetta. Þar er hægt að sækja þá þessar algengu spurningar áfangastæðin, hvernig á að komast þangað. Hér er einnig viðburðardagatal á Íslandi, svo einnig upplýsingar fyrir þá sem að halda ráðstefnur eða fundi á Íslandi, einnig upplýsingar landsvæðin og markaðsskrifstofunar á þeim landsvæðum og síðan einnig listi yfir svona stofnanir sem eru tengdri ferðaþjónustu sem nýtast á þeim sem eru í sölu á áfangastæðum. Marketing toolbox. Þetta er þá það svæði sem á að hjálpa við markaðssetninguna á áfangastæðnum. Hér getið þið sótt allan að tengla á öll þau svona rannsóknarefni og gagnagrunnar sem tengjast ferðaþjónustunni. Það er það eins og viðhorfsrannsóknir Íslandsstofu og aðrar rannsóknir sem Ferðamálastofa er að gera og fleiri. Ég hveti ykkur eindregið með að kíkja á það. Media Library, myndabankinn, til að aðeins að tala um það líka. Hér getið þið sótt myndir og myndbönd. En við erum að uppfæra þetta og erum til dæmis Ísland allt árið herferðin
hefur safnað miklu efni á þessum 3 árum sem þetta markaðsverkefni voru starfrækt og við erum að reyna að taka saman það efni sem við megum nýta og veita þriðja aðila til þess að nota og reyna að koma því þá á vefinn vonandi í byrjun næsta árs. Það er virkilega mikil vöntun á þessu og mikilvægt að hafa sem besta efni í þessari kynningu. En það eru myndir núna sem reyndar aðeins fréttamiðlar mega nýta á iceland.is sem þessi svona almenna gátt Ísland og síðan einnig vil ég líka bara benda ykkur á vídeóin sem eru hérna. Þetta eru vídeó sem framleitt hafa verið af Íslandi allt árið og það er fullt af almennum kynningamyndböndum og einnig bara svona skemmtilegum myndbrotum sem hægt að nýta á samfélagsmiðlunum ykkar og í kynningu, jafnvel landkynningum ef þið eru með fyrirlestra eða slíkt. Ég hvet ykkur eindregið til þess að kíkja á síðuna og hérna fyrir neðan er þá tengill á Vimeo síðu átaksins og ykkur er heimilt að nýta þetta fyrir ykkar kynningu á ykkar efni. Sjá, fara eins tilbaka hérna. Hér getið einnig nálgast landkynningabæklingana á viðeigandi tungumálum og ætla líka að minnast á það að við erum nýbúin að gera nýjan bækling sem kynntur var á Vestnorden Travelmart núna nýverið og hann er núna í þýðingu fyrir helstu tungumál og verður vonandi komin þá líka í byrjun næsta árs á vefinn sem þið getið þá sótt. Nú, hér getið þið líka séð lista yfir helstu söluaðila, bæði innlenda og erlenda sem eru að selja Ísland og þá sjáu þið bara skipta eftir þjóðerni og þið smellið og fáið þá þann lista yfir það svæði. Hér getið þið einnig fengið upplýsingur þau markaðsátök sem eru starfrækt núna fyrir Ísland á erlendum mörkuðum og svo einnig leiðarljósið. Og mér langar bara rétt að minnast á það. Hér er leiðarljós í markaðssetningu fyrir ferðaþjónustu Íslands sem unnin var í samstarfi einnig við ýmsa aðila innan ferðaþjónustunnar og ég hvet ykkur eindregið, þetta er bara upplýsingar hvernig við erum að tala út á við á erlendum mörkum í markaðssetningu á áfangastöðunum. Hér er til dæmis skilgreiningin hvernig við skilgreinum Ísland sem áfangastað, hver er markhópurinn og hvað einkennir hann. Nú, hérna er þá þetta hjól sem ég sýndi áðan, hvaða tækjatól við erum að nota í markaðssetningunni, hverjir eru sögumennirnir og hagsmunaaðilar ferðaþjónustunnar, hverjir eru að útbúa sögurnar og segja sögurnar og svo líka hvenær eru að segja sögurnar. Hér er þemamánuðurinn sem við skiptum yfir, til dæmis núna í desember eru jól og hefðir, við erum að tala tónlist og síðan einnig hverjar eru sögurnar, hver eru helstu skilaboðin sem við setjum út í okkar markaðsefni. Og líka hvernig við segjum sögurnar, tone of voice, hver er þessi einstaklingur sem er að tala. Þannig við séum það sé svona samræmi á milli allra skilaboða sem við segjum og mælikvarðar. Síðan er svæðið fyrir innlenda söluaðila að hér er þá tengill á upplifunarhandbókina, viðburðardagatal og samstarfsaðilar og síðan leiðarljós á íslensku. Þjálfunartækið sem við ætlum að setja upp vonandi í byrjun næsta árs, það er allan stefnan í janúar. Þetta er ætlað þá erlendum sem og innlendum söluaðilum til að fræðast og markaðssetja áfangastæðin Ísland. Þetta er rafrænt ferli á ensku, þannig að líka erlendu aðilar geta nýtt þetta. Og það er þá þannig að þú skráður til leiks, færð þá ákveðin námsefni eða upplýsingar tengd ferðaþjónustu og síðan tekur þú krossapróf það efni og þá sérðu hvort þú nærð því. Þannig að þú ferð í gegnum nokkuð stig og þemun í kringum ferðaþjónustuna og endanum ertu þá svona útskráður frá því. Þetta er aðalega til þess að bara að fræðast og þannig við séum líka að senda réttar upplýsingar út á við þegar við erum að selja áfangastæðin. Nú, líka bara minnast á það að svona síða eins og verkfærakista, hún verður raunin aldrei full mótuð. Við þurfum alltaf stöðugt að bæta upplýsingum inn
við þurfum alltaf að endurnýja og uppfæra og alla tillögur sem þið hafið eða hugmyndir eru mjög vel þegnar, bara endilega senda þær á okkur og við reynum þá að koma þeim inn og ég hveti ykkur þá líka bara að nýta ykkur þetta. Takk fyrir. Spurningar? Einhverjar spurningar til Daða? Hvenær sagðirðu að myndirnar eru að koma? Sko, við erum að fara... Við erum að endurtaka spurninguna, Daði? Já, hún spyrir hvenær myndirnar verða komnar inn. Við erum að fara yfir, þetta er gríðarlegt magn og þetta er eins og kannski skiljið þetta líka oft háð höfundarétti og ýmsu en við erum að vona að þetta verði komið í janúar á næsta ári. Einhverjar spurningar? Okay. Takk hérlega fyrir.